Fulfill, gómsætt nammi með dagsskammti af 9 vítamínum, 20 grömm af prótíni og engum viðbættum sykri. Og áfram höldum með föstudagsþáttinn á N4 og nú ætlum við að fræðast nýja síðu sem fór í loftið, sjávarlíf.is, og þeir eru komnir til mín, Hreiðar og Erlendur, velkomnir. Takk fyrir. Þú ert að vinna í Háskólanum á Akureyri, en þú ert svona meira að kafa í sjónum bara. Það passar, kafari. Þú ert kafari, þú ferð í sjóin og tekur myndir og svo tekur þú við myndunum og býrð í textan. Er ekki svona samvinnan í... Já, og reyna að túlka það hvað hann að sjá, sko. Hann sendi mér myndir, sko, hvað þetta, og þá fyrir ég náttúrulega Veistu það alltaf eða ég veit það alltaf á endanum. Kannski ekki strax, ég gef mér svona 10-20 mínútur að googla, skilurðu, þá veit ég það yfirleitt. En þá, spurningin sko, ég veit þá yfirleitt svona gróflega, sko, þannig ég er svona staðfest það, sko. En þessi heimasíða sem var að fara í lofti hvað, fyrir mánuði síðan, Já. Er hún búin að vera lengi í bígerð? Er þetta eitthvað svona sem ykkur hefur dreymt lengi? Sko, það má segja það, við höfum sett upp heimasíður. Já, þetta nú ekki fyrsta, sko. Svo í fyrra þá fór ég hugsa alla myndina sem ég á flökkurum alls staðar síðan ég byrjaði að kafa. Þúsundir. Já. Og langaði að gera eitthvað svona alvöru við þær. 100.000 sannlega. Og þannig að við ákvaðum að skella þessu, gera þetta alvöru. Já. Var það ekkert mál? Heyrðu, ekki fyrir mig, en við erum með hana Dagný Reykjalín. Hún sá heimasíðun og setti inn. Og svo Hreiðar textan. Þú átti myndirnar, þannig að það mætti ekkert mikið að þér. Nei, og eiginlega að bæta við, þannig að eins og ég segi, ég slepp alltaf best út úr þessu, sko. Hann alltaf að gera það skemmtilega, sko, bara ofan í sjónum að taka myndir af fisk, en sko... Svo lendir það okkur að vera að skrifa ykkur texta og svo. En að taka myndir í sjónum, eitthvað þarftu að eiga græjum og kannski búin að viða að þér gegnum tíðina. Já, bara eins og þið vitið maður, það líka alltaf að uppfæra myndavélarnar. Það alltaf ný tækni og betri. Og svo mikið bleita þetta. Ég er eiginlega bara að koma með þetta í síman, nenni ekki þessum myndavélum. En þarna ertu með alls konar vatnsveldagræjur og ljós, væntanlega. Þú sérð það ekki í þessu myrkri. Þú þarf náttúrulega að hafa myndavél, svo þarf það að hafa hús vatnsrétt utan myndavélina og svo náttúrulega aðalatriðið eru ljósin. Og við eigum orðið svona inn á vefnum þessar helstu tegundir. Svo nú þetta erfiða framöndan næstu áratugina að ná þessum lífverum sem eru sjaldgæfar. Ég alltaf í þetta eftir og segja, Elí, það vantar mynd af þér hjá hákarli. Það næsta, sko. Er það ekki samt pínu hættulegt svona? Ekki fyrir mig. Ef hann mynd, þá þér sama. Já, ég byrja sko inn í hákarlinn, sko. En svo má hann bæta það við líka, sko, að við höfum gert náttúrulega líka myndbönd sem hann orkast á YouTube, sko. Neðansið á lífið, við höfum gert bara svona stutta, 5 mínútna þætti. 30 mínútna þætti. 30 mínútna, alls svona afmörku efni, sko, lífið neðansjávar. Þú kennir sjávarútvegsfræði við Háskólanum á Akureyri. Ertu að nota þetta þar? Já. Ég er að kenna sjávarlíffræði og fiskifræði, sko, þarna í sjávarútvegsfræðinni og ég nota mikið það, náttúrulega vilt og galið, sko. Og þú ert með líka þarna og Hjalteyri svona bara fyrirtæki, selur köfun og fær fólk til að kafa með þér. Já. En nýtist þessi síða eitthvað þannig? Það sjálfsögðu að Getur sýnt fólkinu? Já, og maður auglýsir sig og kafarar vilja náttúrulega sem myndatökumenn. Þeir sjá hvað erum að gera. Síðan koma fyrirspurnir þetta erlendis með sjónvarpsþætti og þá getum við bent á þetta sem við erum að gera. Þetta svona mitt CV. Einmitt. Og þá sjá menn hvað hægt að mynda á Íslandi. Hann búinn að frá alls konar frægt fólk þarna til að vera með sér þarna á sjónum. Er að koma sko, eru margar svona sjónvarpsstöðvar eða kvikmyndagerðar fólk að koma og kafa með þér til að ná einhverjum svona frábæru myndum? Það náttúrulega, við erum með strýturnar hérna í Eyjafirði og þeir náttúrulega eru einstakar hinsvísu. Þannig að menn vilja koma að mynda þær. Og síðan eru náttúrulega með bara þetta lífríki sem er erfitt að mynda eins og til dæmis þorskurinn. Hann gengur hérna í Þistilfirðina og hverju voru að hrygna. Og það bara finnst ekki víða annars staðar í heiminum í dag. Þannig að þú hefur gott aðgengi að þeim, að þorski. En svo áttu vinkonu það ekki, steinbítinn? Jú. Vinkona, já. Og það er svona, þetta er gamals við vorum að klára núna klára í vor. Þá erum við búin að vera að rannsaka steinbítinn núna í 4 ár. Og hann fór svolítið illa með mig því að þeir hrygna alltaf í byrjun september og síðan klekjast eggin út
fyrsta árið í endan janúar, svo næsta ár 20. febrúar. Þannig að ég tók sumarfríið mitt 10. febrúar núna í fyrra og hélt að ég þyrfti svona 10 daga til þess að ná mynd af veggjunum klíkjast út. Var þetta ekki barnsegna orlof? Það væri mjög gott en þeir fóru svolítið illa með mig sko, þeir kláruðu ekki að klíkjast út fyrir 29. mars. Nú. Þannig að ég í staðinn fyrir að 10 daga... Það er ekki að treysta á þessa fiska? Það var 1,5 mánuð að fylgjast með þeim. Og hérna... Kannski var það vegna þess að þú varst að fylgjast með þeim. Þú varst með myndaðurna. Gáttu þetta ekki. En sko Hreiðar fann það út eða við að hitastigið hafði sko lækkað 1,5–2 gráður. Þannig að kuldinn hafði áhrif á tímann. Þroskunartími eggjanna sko, þegar svolítið er hitastigið sko. En nú vitum við mest steinbít í heiminum þannig að við erum að reyna að vinna úr þeim gögnum. Það er gaman að segja frá því að Stefanía er hængur eða kallfiskur. Nú, þetta er hann, Stefanía. Það er svolítið sérstætt með fiska og Elli hefur nú fylgjast mikið með því sko. Það eru örfáar tegundir sem að svona gæta, búið til hreiður að gæta afkvæmana sko. Steinbíturinn gerir það, hrokkkelsi gerir það, hottsíli gerir það, svo er eiginlega ekkert margar fleiri sko. En það er yfirleitt hængurinn sem að passa sko upp á. Og oft á tíðum sem er hrokkkelsi sko, þá kemur kettlingin, hún hrygnir, svo bara hún farin Farin bara á djammið. Á djammið skilur og hugsaði ekkert meira. Kallinn er eftir. Hann passar ekki, hann reynir, er ekki einu fiskar sem var ráðist á þau, það er ekki hrokkkelsi. Rauðmaður er að gæta eggjana. Hann passar svona vel upp á eggin sín. Þetta er ákveðin fegur í þessu. Þetta er rómatískt, myndi ég segja. Og þeir eru ekkert hræddir við hann. Rauður rauðmaðurinn sko tannlaus og hefur ekkert sko, svo finnur eitthvað smá svona bomb á þig. Þannig að reka þig burtu sko, en hann ræðist á steinbíta og þorska og alla og hann er ekkert hræddur. Og hérna við alveg eggin sín sko. Þeir eru til fyrirmyndar þarna niðri. En hvað sjáu þið fyrir ykkur sko, þeir eru náttúrulega bara breiða út fagnaðar erindið, bara svona er sjórinn, svona er þetta í kringum okkur. Hvað, getið þið farið inn í öll skólastig með þetta einhvern veginn? Það er kannski ekki alveg ykkar? Já, það er náttúrulega okkar kannski að reyna að ýta við því, hjálpa til, ekki það við hefum ekki tíma til að fara á skólastig en að aðrir getur notað þetta. Því að það er svolítið fyndið að fatta sko, maður býr á eyju þar sem maður er umlukinn hafi og maður getur nánast klára grunnskóla án þess að þekkja munin á ís og þorski. Já, þetta Ætli þessi ennþá þannig í dag? Ég held það, og mér finnst það bara að vera... Það er skandall. Skandall, skilur, þetta er bara að geta líðast í íslensku samfélagi, sko. En ef maður fer inn á sjávarlíf.is, þá getur maður kannski fræðst og orðið bara aðeins svona upplýstari. Hver og einn, eigið frumkvæði. Já, svo vonandi gerum við þetta bara áfram og meira og betur, sko. Þannig að þetta er svolítið missjón hjá okkur, sko, að fræða, miðla og vekja áhuga, sko. Eitthvað að lokum? Já, til dæmis svo núna, sem dæmi. Nú er einmitt besti tími til þess að ná einhverjum tegundum sem er mjög sjaldgæfar og það er að kafa á nóttinni á vituna. Úff, ertu að gera það svolítið? Já, þá nær maður svona tegundum sem maður sér ekki annars. En fylgist ekki svolítið vel með veðurspá? Þú ert ekki að fara í einhver stormviðvaranir, gular viðvaranir, þú ert ekki að fara þá að kafa? Eða er allt í lagi í sjónum? Það fer eftir vinda, sko, það er allt í lagi, það er alltaf skjól, eða svona yfirleitt alltaf lokt hana niður. Já, ekki mikill vindur þarna, sko. En við treystum að þú farið varlega samt. Takk kærlega fyrir að koma og segja okkur frá þessu. Við bendum á heimasíðuna sjávarlíf.is. Erlendur og Hreiðar, takk fyrir komuna. Takk fyrir.